Þá segi ég 59. fundi refsnefndar Rangárþings ytra á þessu kjörtímabili settan. Býð ykkur velkomin til fundar. Einn fulltrúi Margrét Ýr í viðtali við Stöð 2 og senkar einhverjar mínútur. En eru einhverjar athugasemdir í dagskrá eða fundarbúð? Drífa Gjörsvöld. Já, oddviti óska eftir því að fá að bæta við lið 15. Við þurfum að gera bókun vegna lántöku fyrir félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu sem við samþykktum daginn, en það þarf að vera bókuð ítarlegri og bókunin hérna neðst undir 15. lið. Magnús Gjörsvöld. Það liður. Það ekki, ég bara komi með hann hérna, það númer 15, ég bara renni hérna niður, þetta var að koma. Já, fyrir ekki, kannski tekið það fyrst, ég var með annað. Já, ok. Nei, það var ekkert þetta, nei. Það var annar liður. En ætlaðir að gera einhverja... Ekki til þetta, nei. Ábendingu annað. Já. Gjörsvöld. Já, það var hérna sem sagt, undir fundagerðum annarra fasta nefndaráð og stjórna til staðfestingar að það lögð fram fundagerð 27. fundur samgöngur hálendis og umhverfisnefndar, en við vorum búin að taka hana fyrir og bóka við hana í desemberfundinum okkar, þannig að ég legg nú til að nú er tekin út. Þá ætti hún bara að fara út. Já, getur það bara. Fleiri ábendingar eða tillögur varðandi dagskrá. Þá ber ég þetta upp. Getið þið samþykkt að við bætist 15. liður sem að innfærsla í fundagerð vegna lántöku félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu að beiðni starfsmanns sjóðsins sem að bent á að bókun okkar á síðasta fundi hefði ekki alveg uppfyllt þeirra kröfur. Þannig að hún þarf að vera nákvæmari samkvæmt þeirra kröfum bókanir og það liggur fyrir texti sem að sjóðurinn leggur til. Þeir sem geta samþykkt það Gjörsvöld gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá áður en að fundi verður til dagskrár þá munu sveitarstjóri og oddviti vera stuttlega yfir verkefni frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Það gefa sveitarstjóri orðið, Gjörsvöld. Já, oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. 19. mars þá fór ég á fund menntamálaráðherra ásamt Þorgils Torfa Jónsssyni, Eydísi Indriðadóttur, Kristni Guðnarssyni og það var vegna landsmóts hestamanna sem verður haldið á Hellu núna í sumar. Nú 19. mars var fundur með Ingólfi Þór Tómassyni vegna fyrirhugaðra hjólaferðar Suðurland 2015. Þetta verið að skipuleggja þetta á vegum The Viking Race og við sátum þennan fund skipulagsfulltrúi ásamt mér og formaður íþrótt- og tómstundanefndar, formaður flugbjörgunarsveitarinnar og formaður samgöngu hálendis- og umhverfisnefndar. Og það verið að vinna því að fá leyfi hjá öllu landeigendum á svæðinu þar sem hjólaleiðin fer og þeir eru að biðja okkur aðstoð við það og leið þeirra liggur í gegnum okkar sveitarfélag frá Vatnsdal, gegnum Reynifell, fram hjá Keldum og Gunnarsholti og niður á Þjóðveg. Og þetta svona ýmislegt sem að þarf að huga að í sambandi við þessa hjólaferð. Þetta svona torfæri hjólaferð í rauninni. 20. mars þá fundaði ég með Einari Bollasyni frá Íshestum ásamt Kristni Guðnarssyni og Ingimar Ísleifssyni, fjallkongunum okkar varðandi fjallferðir og ferðamenn. Nú 27. mars þá fundum við ég og Bjarni Jón forstöðumaður áhalda eða þjónustumiðstöðvar fundum með Lárusi Einarsyni hjá Rarik ljósastaura og lýsingu og rafmagnsverð og erum við búin að senda erindi til hans og eigum eftir að fá svo svar við því. Nú 27. mars sama dag þá fundum við Klara aðalbókari með Reyni Þorsteinssyni í Gunnarsholti og Guðmari Tómassyni formanni Skotveiðifélagsins
samningu refaveiði og sá samningu liggur svo fyrir hér í fundagögnunum. Og ég fór ásatt í Laugalandsskóla og vorhaldi grunnskóla svo Hellu og voru þessar samkomur báðar mjög hátíðlegar og skemmtilegar og öllum sem að þeim komið til mikil sóma. Og ég hef fundað með öllum forstöðumönnum bæði hér á Hellu og á Laugalandi og fundaði með fjallskiladeild Rangárvall afréttar og sótti aðalfundi Rangárhallarinnar og Rangárflata það sama kvöld. Og svo hafa náttúrulega verið ýmsir fundir og gestir komið til mín sem óþarfi að rekja hér þannig að ég læt hérna staðanumið. Já, aðeins áður en að ég fer í fleira þá hérna fundirinn með menntamálaráðherra landsmót. Kannski aðeins að... Já, það kom upp á fundi þeirra frá Landssambandi hestamanna með okkur sveitarstjórum í sýslunni að þeir hefðu gleymt að sækja styrk til menntamálaráðuneytisins í fyrra og komið til okkar sveitarfélaganna og vildu að við kæmum með peninga í þetta. Við erum náttúrulega ekki með það á fjárhagsáætlun þannig að það var ákveðið að ég myndi hafa forgöngu það að fá fundi með menntamálaráðherra og við fórum á það fund til þess að biðja að það yrðu fengist einhverjir peningar til Landssambands hestamanna til þess að brúa það bil vegna þess að þeir hefðu gleymt að sækjum og við náttúrulega veitum ekkert hvernig það fer en okkur var tekið vel og það var farið svona yfir sviðið og rætt mikið hvað það skipti miklu máli að landsmótið sé hér á Hellu en þá lágu svona hótanir í loftinu að færa það til Reykjavíkur og ráðherra fannst það nú nokkuð skondið að ætla að færa landsmót hestamanna til Reykjavíkur þar sem að miklu færri sækja það heldur en hér. Þannig að við áttum mjög góðan fund með ráðherra og hans fólki í ráðuneytinu. Það er semst ekki fengið loforðum fjárframlag. Það er aldrei gefið á svona fundum. Nú var þetta kannski undantekning. En takk fyrir þetta. Er eitthvað sem þið viljið spyrja, Drífum? Kannski bara kannski áttu frekar heim áðan í hérna dagskrána en á síðasta fundi þá var óskað eftir því að þeirri kannaður umfang og kostnaður við hérna One Systems og sem sagt leggja niðurstöðu fyrir næsta fund sveitarstjórnar sem í dag og leita eftir hvort vinnureglur myndbandsupptökur séu til hjá öðrum sveitarfélögum sem mætti fara eftir hvort að það hefur verið gert og í þriðja lagi hvernig það var nú afgreitt 13. maí 2013 að fundargögn verði birt almenningi hvernig sú vinna er. Já, þetta er allt í vinnslu, bæði hjá Birgi Haraldsinni og mér að vinna úr þessu. Það er ekki komin, því miður, ekki komin neinn niðurstaða í þetta, en það er búið að senda fyrirspurnir og við erum bara við að okkur gögnum og þau verða bara lögð fyrir þegar að við erum tilbúið með það. Já. Nú, af oddvita er það að segja að það var nú ekki verið mikil fundarhöld en oddviti hefur einhvern sér að sem að snúa beint að sveitarstjórninni en fundur var hér skipurit og ráðningamál, þjónustumiðstöð og skrifstofu þegar við séð hunda frá þeim fundi hvað þar fór fram. Nú, ég hef verið í sambandi við Gísla Gíslason, Steinsholti, svolítið hugleikið að þróa áfram mál varðandi skipulagi í landmannalögum. Það hefur verið í biðstöðu frekari fundahöldi eða aðgerðir vegna þess að það beðið eftir niðurstöðum styrkumsókn til framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.
Það er ekki frestað því ennþá því miður, þannig að það hefur dregist að boða stýrihópinn saman til fundar. En við erum að ræðum að reyna hvort sem að verða að komna fregnir frá þessum styrktarsjóði eða ekki að boða stýrihópinn saman mjög fljótt eftir páska. Á öðru leyti hefur oddviti bara verið í sambandi við sveitarstjóra og aðra starfsmenn varðandi starfsemi sveitarfélagsins. Eitthvað sem þið viljið spyrja sérstaklega? Og ekki þá göngum við til dagskrár.